Þá klukkan 20:23 eftir stutt fundarhlé og ég segi fund bæjarstjórnar sett hann aftur. Við vorum stödd í dagskrá lið leikvelli. Það fundargerð fjölskyldu- og tómstundaráð númer 244. Það liður númer 7, leikvellir almennt, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það var tillaga hér frá Njáli Ragnarsssyni fyrir fundarhlé sem hefur verið þá aðlöguð hérna og öll bæjarstjórn stendur á bakvið og hljómar þannig: bæjarstjórn samþykkir að uppbyggingu leikvalla í bænum verði hraðað enn frekar þannig að einum leikvelli verði bætt við í áætlun þessa árs. Ætla má að kostnaður við slíka viðbót sé á bilinu 4 til 6 milljónir á yfirstandandi fjárhagsári. Bæjarstjórn hefur þegar samþykkt 6 milljónir í verkefnið og aðrar 6 í aðgerðum sem samþykktar voru 16. apríl síðastliðinn. Bæjarstjórn felur því bæjarráði að gera ráð fyrir þessari viðbót í viðauka vegna leikvalla. Líklegt má telja að ástandið í þjóðfélaginu verði til þess að íbúar í Vestmannaeyjum verði meira heima við sumar heldur en oft áður. Í því ljósi telur bæjarstjórn eðlilegt að auka afþreyingu barna og barnafjölskyldna með þessum hætti. Ljóst að opin leiksvæði auka enn fremur lífsgæði barnafjölskylda og liður í því að gera samfélag okkar að enn betri kost fyrir barnafjölskyldur. Bæjarstjórn felur fjölskyldu- og tómstundaráði framgang málsins. Vilja bæjarfulltrúar ræða þessa tillögu? Það var, það ekki Hildur Sólveig Sigurðardóttir? Takk fyrir þetta, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég fagna þessari tillögu hans Njáls. Ég lagði þann skilning í máli þegar það lagt fram að við séum að samþykkja, með því að samþykkja niðurstöðu fjölskyldu- og tómstundaráðs alla þá tillögu sem að þar lögð fram. Þannig að með samþykkt málsins án tillögu hans Njáls þá hefði við sjálfsögðu hefði ég allan persónulega samþykkt þessa tillögu og það að Njáll leggur til að fara í rauninni að flýta, það var náttúrulega á áætlun samkvæmt bókun ráðsins þessi 3 vellir en fagna því að það sé verið að ganga enn lengra og þá líka samræmist það auðvitað öðrum aðgerðum sem að bæjarstjórn búin að fara í, til dæmis vegna COVID og skapar auðvitað frekari verkefni og þannig að það svona ákveðin samhljómur í því. En ég vil kannski taka svolítið undir með bæjarfulltrúa Helgu Kristín Kolbeins eins og kom fram í máli hennar varðandi kostnaðartölur að ég fékk allavega þær upplýsingar frá bæjarfulltrúum okkar úr ráðinu að þær hefðu ekki legið fyrir við umræðu í ráðinu sem hefðu auðvitað sjálfsögðu verið æskilegt að fólk að taka slíkar ákvarðanir sem eru fjárhagslega skuldbindandi fyrir sveitarfélagið. En leið og ég óskaði eftir slíkum gögnum frá starfsmanni þá sat ekki á svörum og fékk mjög ítarlega og greinargóð svör við og vil þakka kærlega fyrir það. Þannig að ég tek vel í þessa tillögu og samþykki hana. Takk. Ég þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Íris Sófusdóttir var búin að biðja orðið. Íris, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, það ánægjulegt að við erum að bæta aðeins í þetta og ég fagna þessari tillögu frá Njáli. Bara aðeins til að bæta við sökum þess að það hefði skort upplýsingar. Þá lá fyrir allan tíman að bæjarstjórn var búin að samþykkja 12 milljónir. Upplýsingarnar sem ekki lágu fyrir á þessum fundi var hvort að hver leikvöllur hvað hann kostaði upp á punkt og prik eins og fekk. En talan 4 til 6 milljónir á leikvöll lá fyrir ráðinu og það var algjörlega skýrt, ég ræddi það við formann ráðsins, það var algjörlega skýrt að það yrði að sjálfsögðu ekki farið fram úr þeim fjárheimildum sem bæjarstjórn hefur sett. Þannig það var verið að tala 12 milljónir, 2 til 3 leikvelli, þegar var búið að fara ofan í málin, þá sást að verið að gera 3, þannig menn hafðu nú ágætis forsendur til þess að fagna því að væri minnstakosti hægt að fara í 2 til 3 leikvelli. Ok, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Eða þessari tillögu öllu heldur? Ef ekki, þá ætla ég að bera þessa tillögu undir atkvæði. Það allir bæjarfulltrúar með þessa tillögu hjá sér, þannig að ég tel ekki þörf á að lesa hana aftur. Þannig að
ég bið bæjarfulltrúa þá bara eins og áður að svara með já, nei eða hvort þeir sitji hjá. Það er Íris Róbertsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson. Út örugglega mjútaður, Njáll, það heyrist ekki neitt. Ekki þau? Það er já, hjá mér. Nei, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason. Já. Og Helga Kristín Kolbeins. Já, en ég ætla að fá að gera svo grein fyrir atkvæðinu mínu. Ég gera það núna, já. Nei, þau gefur orðið á eftir og ég sjálfur sem að samþykki líka. Þannig að það eru 7 samhljóða atkvæði með þessari tillögu og Helga Kristín Kolbeins hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjörðu svo vel, Helga. Já, ég segi já, ég fagna þessari tillögu og að gera vel við börnin og barnafjölskyldunar. Bara ánægilegt að það sé hægt. En enn fremur að auka leiktækin á þessum opnu svæðum þar sem oft biðraðir. Biðraðir eru eitthvað sem við viljum ekki sjá í sumar og eins og bæjarstjóri var að benda á það var að byrja þetta átak hjá ferðamálasamtökunum og það er að við höfum nóg pláss í Vestmannaeyjum. Þannig að við höfum að nýta okkur það og bara frábært að það sé hægt að verða við þessu og hraða upp. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Þetta sé búið að ræða þetta ansi vel og afstaða bæjarstjórnar liggur vel fyrir, en ég ætla samt að loka þessum dagskrárlið þá með bókun. Bókun að bæjarstjórn fagnar áframhaldandi uppbyggingu leikvalla og fjölgun leiktækja og opnum svæðum. Þá þakkar bæjarstjórn starfsmönnum Vestmannaeyjabæjar fyrir skýrsluna sem liggur fyrir. Þannig að við höfum þá lokið þessum 7. lið í fundargerð fjölskyldu tómstundaráðs nr. 254 og árétta þá að þetta er viðbót við það sem ég les þá áðan. Þannig að það er hérna. Þannig að það liggi ljóst fyrir í þessu. Þá erum við með liði 1 til 6 og 8 er það ekki. Það liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem að það samþykki. Þeir gefa mér, þegar ég lesa upp, það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Örugglega mjút, já, þarna kemur það. Og ég sjálfur Elís Jónsson samþykki, þannig að þetta er samþykkt með 7 samhljóða atkvæðum. Þannig að við ljúkum þá þessum 8. dagskrárlið í útsendri dagskrá og tökum þá 9. dagskrárlið. Það er bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3124. Það var óskað eftir umræðum einn lið þar sem er liður númer 6. Og hann sé ekki hér eitthvað staðar hjá okkur í bókhaldinu. Jó. Þannig að áður en ég gef orðið laust undir þessum lið og þá ætla ég að lesa það sem var fjallað í ráðinu. Það er umræða sjávarútvegsmál. Það er bæjarráð ræddi stöðu sjávarútvegs í Vestmannaeyjum á tímum COVID-19. Stjórnendur og starfsfólk fyrirtækja hefur lagt mikið á sig til að halda uppi sem eðlilegastri starfsemi og fyrirtækjum gangandi. Það skiptir miklu máli að geta haldið uppi órofinni starfsemi á sama tíma og fyrirmælum er fylgt. Það hefur tekist vel. Ástandi hefur þó áhrif á rekstur og afkomu þessara fyrirtækja. Bæjarráð ræddi stöðuna sem upp er komin vegna rangrar úthlutunar á makríl og ítrekar bókun bæjarstjórnar frá því í júní 2019. Áratugaskeið hafa Íslendingar borið gæfu til þess að byggja sína veiðar á aflamarkskerfi. Með því hefur Íslendingum tekist að byggja upp langtíma hugsun sem er nauðsynleg með tillit til góðrar umgengni við auðlindina,
stöðu og styrkja þannig rekstrargrundvöll íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Einn meginþáttur aflamarkskerfisins frumkvöðlaréttur og veiðireynsla. Allt tegundir sem komnar eru í aflamarkskerfið og úthlutun var byggð á aflareynslu þeirra sem sinntu veiðum á þessum tegundum fyrir hlutdeildarsetningu. Aðilar sem lögðu í þær fjárfestingar sem þurfti til að stunda viðkomandi veiðar bjuggu til þekking á veiðum og vinnslu og mörkuðum sem sagt frumkvöðlar. Útgerðir í Vestmannaeyjum og starfsmenn þeirra voru frumkvöðlar í makrílveiðum og eiga stóran þátt í að skapa Íslandi veiðireynslu á makríl og til dæmis var hlutur eyjaskipa á fyrstu árum makrílveiðinnar tæp 40% af heildarveiði Íslendinga. Á þessum tíma lögðu útgerðir í Vestmannaeyjum áherslu á að veiða makríl með því að fjárfesta í nýjum fiskleitartækjum, þróun veiðarfæra, byggja upp þekkingu á aflameðferð, leita vinnsluleiða og markaðstækifæra. Það að segja, þeir gerðu allt það sama og þær útgerðir sem fengu úthlutað aflahlutdeild í gulllaxi, blálöngu, litlakarfa, kolmunna, hlýra nokkrum árum fyrr og byggir á aflareynslu. Ef úthlutun á aflamarki í makríl hefði fylgt sömu leikreglum og aðra tegundur frá árinu 2011, þá væri hlutur Vestmannaeyja í makríl rúm 33% í dag en á síðasta ári 2018 var hann rúm 25%. Mikilvægt að virða frumkvöðlareynslu og fara eftir þeim leikreglum sem hafa verið í gildi en ekki að bjóða upp á ófyrirséðar ákvarðanir varðandi hugsanlegar framtíðarúthlutanir. Mikilvægt að leikreglurnar séu skýrar og þeir sem eru frumkvöðlar vita að þeir njóti þess eins og verið hefur. Annars hvatinn engin. Og það bókun frá fulltrúum Sjálfstæðisflokksins að Vestmannaeyjabær, sjómenn, landvinnslufólk og þjónustuaðilar hafa orðið að verulegum tekjum og umsvifum undanfarna áratug vegna þeirrar ólögmætu úthlutunar á makríl sem rætt. Óásættanlegt að stjórnvöld fari ekki eftir sínum eigin lögum og reglum. Hótanir stjórnvalda að auknar álögur vegna tilrauna fyrirtækja til að leita réttar síns eru heldur ekki til þess fallnar að skapa sátt í atvinnugreininni. Sjávarútvegur mun nú sem áður verða sú gjaldeyrisskapandi atvinnugrein sem veitir íslenska ríkinu mikilvægan efnahagslegan stuðning á erfiðum tímum. Eðlileg krafa að íslenska ríkið skapi atvinnugreininni sanngjarnt umhverfi, bæði lagalegt og skattalegt, sem gerir henni kleift að vaxa meðal annars með því að fjárfesta í tækjum og búnaði sem gerir sjávarútveginn umhverfisvænni, stuðla nýsköpun og veita þannig greininni möguleika á að halda áfram að vera hreyfiafl landsins til framfara. Og undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Fleira var ekki bókað í ráðinu, þannig að ég held að orðið sé þá laust undir þessum lið. Það var Trausti Hjaltason. Það ekki gjör svo vel. Takk fyrir það, forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég vil fá að nota hér tækifæri að ræða þetta mál sem var til umræðu í bæjarráði. Ég er mjög ánægður að bæjarráð skyldi hafa fjallað málið. Þetta auðvitað gríðarlega stórt hagsmunamál fyrir Vestmannaeyjabæ og langar að spyrja bæjarstjóra hvort hún hafi einhverjar upplýsingar hversu miklum skatttekjum sveitarfélagið hefur orðið af vegna þessarar ákvörðunar ríkisins í þessu makrílmáli, hvort þetta sé eitthvað sem einhverjar tölur sem liggi fyrir eða hvort hún hafi einhverja hugmyndum hvaða tekjur bærinn hafi orðið af við þessa ákvörðun. Það er í raun og veru með ólíkindum þetta mál þegar maður skoðar það hversu borðliggjandi þetta brot ríkisins var á sínum tíma við þessa úthlutun á þessum makrílkvóta og manni svíður alltaf þegar umræðan sjávarútvegsmál fer á það plan að menn fara að tala til greinarinnar á þann máta eins og að það ríki ekki þar lög og reglur og að það sé bara í góðu lagi að umbylta kerfinu og setja á auknar álögur á þessa atvinnugrein umfram allar aðrar atvinnugreinar og eins og það sé bara ekkert máli og búa þar til óvissu ástand sem er vont í grein sem hefur verið í örum vexti og hefur til að mynda lagt mikið til umhverfismála á undanförnum árum með bara bættum búnaði sem er mikilvægt og þess vegna bara ánægður að bæjarráð skyldi hafa fjallað
málið og mér finnst innbókunin vera fín og bókunin sem fylgir með vera góð og en það væri bara gaman að heyra hvað bæjarstjóri segir málið og ég ætla kannski bara að nota tækifærið og bóka í leiðinni fyrst ég með orðið og við erum svona í þessum fjarfunda búnaði að nota bara sénsinn ef ég má með leyfi forseta að bera upp bókun í málinu. Gjör svo vel. Hún hljómar svo: Sjávarútvegurinn grein sem og mun verða Vestmannaeyjabæ afar mikilvæg. Ljóst að Vestmannaeyjabær varð af miklum skatttekjum þegar farið var gegn þeim leikreglum sem hafa verið í gildi í greininni við úthlutun á makrílkvóta. Það afar mikilvægt að leikreglur séu skýrar og séu ekki sífellt að breytast svo að atvinnugreinin sé sköpuð eðlileg skilyrði. Það ekki ráðamönnum til framdráttar að boða umbyltingu á kerfinu eða miklar álögur á atvinnugrein sem hefur verið leiðandi í nýsköpun og umhverfismálum. Þá hef ég lokið málinu mínu. Forseti. Já, ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Ég heyri ekki. Elís. Já, Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar. Ég sammála Trausta, það var mjög mikilvægt að taka þetta mál en það var ekki síður mikilvægt að taka þetta mál upp síðasta sumar. Og þar það sem bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason minnist á innbókun. Þar bókun sem bæjarstjóri gerði og ég lagði mikla vinnu í að gera og mikla kynningu í að finna út stöðuna hver hún og það var alveg gríðarlega mikil vonbrigði að sjá að menn skyldu festa í sessi þetta óréttlæti. Sem snýr að því að miðað við frumkvöðulega reynsluna og það sem gert var hér í Vestmannaeyjum að við hefðum átt að koma inn í 33% af kvótanum og í niðurstöðunni þegar menn að bregðast við, þegar ríkisvaldi að bregðast við því að það sé búið að falla hæstaréttardómur og umboðsmaður og allur pakkinu sem var búið að gera, að menn skyldu fara í það að breyta lögunum þannig að þeir gerðu þau ekki réttlátt. 25% féll í hlut fyrirtæki hér í Vestmannaeyjum en hefði átt að vera 33%. Og það bara mjög mikilvægt að séum vakandi yfir þessu. Vestmannaeyjabær hefur ekki látið taka út tölurnar frá þessum árum aftur í tíman, hvað það var þegar það var þarna þessi ár sem að útgerðarnar eru með, það árin sem ekki fyrnd, 3 ár held ég, hvort að 2015 til 2018. En auðvitað hefur sveitarfélagi orðið af miklum skatttekjum og það kemur skýrt fram, en við erum áfram að verða af skatttekjum vegna þess að kerfið ennþá ekki sanngjarnt. Reglurnar sem voru settar það, hvernig menn eru úthluta makrílkvótanum, fóru ekki eftir því hvernig menn öfluðu sér veiðireynslu. Og í því felst gríðarlegt óréttlæti. Og það óréttlæti enn við lýði. Og það var lögsett þegar við vorum að fjalla þetta mál síðasta sumar og gagnrýna það hvernig menn ætluðu að skipta makrílkvótanum. Þannig ég tek bara hjartalega undir það að við séum að sitja undir því að leikreglur séu ekki skýrar, að menn séu að leggja á sig bæði kostnað og vinnu og bara eins og búið að gera hér í Vestmannaeyjum og það ekki bara þetta, menn gerðu líka tilraunir með gulldeplu á sínu tíma. Það ýmislegt búið að gera en það verður að vera hvati í kerfinu og ef að menn ætla að breyta reglunum eftir á eins og verið að gera í þessu tilfelli og laga svo bara lögin að því sem þeim hentar, þá eru hlutirnir náttúrulega ekki í lagi. Og ég bara tek undir það að við höfum bara orðið að gríðarlega miklum tekjum, en við erum ennþá að verða af þeim. Af því það var óréttlæti var lögfest. Ég er búin. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar? Má biðja forseta að lesa bókunina við vorum með, fyrir mig. Því ekki með hana fyrir fram á mig. Það sennilega ekki ég heldur sennilega, mann sjá. Nú bleið eitthvað vesen á netinu mínu. Sjá hvort að bókaldið hjá mér sé í lagi. Þetta allavega ekki inni hjá mér rafrænt hérna, mann sjá. Ég komið með þetta hérna og ekki bara lesa þetta, forseti? Jú, Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel, ég held að það sé langbest bara.
Forseti bæjarfulltrúar, með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa bókun. Meirihluti bæjarstjórnar ítrekar bókun meirihluta bæjarráðs. Já, nei, þetta var vitlausbókun. Ég er ekki með þetta. Sjá. Þetta er í fundagerðinni samt. Já, þetta hérna, ég held að hérna, ég sé með þetta, getur verið að þetta sé hérna útgerðir í Vestmannum, það ekki, og starfsmenn þeirra. Þetta ekki svo bókun, það er eina bókunin sem ég finn hjá mér, en hún er ekki rafrænt hérna inn allavega. Hún er inn í... Viltu að ég lesi þessa? Bíddu nú við, hún er inn í skjalinu, held ég. Hvað? Er ekki bara rétt að gefa þér tíma til þess að... Já, getur ekki bara haldið smá skemmtilega ræðu, herra forseti? Ég skal finna þetta bara. Já, hérna, það er nú það. Það er líka náttúrulega. Helga Kristín, það er bara upplagt. Við skulum gefa henni orðið, Helga Kristín Kolbeins. Hérna, forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, þetta er náttúrulega ósælega dapurt að horfa upp á það að það er svona óréttlæti beitt. Og við munum það bara frá 2008, við fyrir aðeins að rifja upp að þá koma á pröfur að taka, fara að hrófla við kvótakerfinu og taka gjarna frá okkur. Og við getum alveg verið við því búin að það gerist líka núna. Og við vorum að tala ársreikningin okkar núna og þetta gengur voða vel. Við vitum alveg samt að þetta kemur ekkert bara að himnum. Það er mikil vinna sem þarf að leggja á sig til þess að geta staðið svona vel. Það þarf að stjórna vel og vera á tánum. Það er gert hérna eigin og hefur verið gert sem er bara mjög ánægilegt. En ég tek eftir það í bæjarráði þegar við verðum að fjalla þetta mál, makrílinn. Þá kom eingöngu bókun frá fulltrúa sjálfstæðisflokks. Mér langar kannski bara að vita hvers vegna bæjarráð gat ekki allt tekið undir þetta. Eða þannig að ef við kannski bara fáum kannski smá spjall það meðan að bíða. Þannig ég beini spurningum hvað varða, erum við ekki sammála þetta að sé bara eðlileg krafa að ríkið sé að skapa okkur þetta sanngjarna umhverfi. Forseti. Já, nánu sjá. Martína. Helga Kristín Kolbeins, þú hefur lokið orðinu. Ég nefnilega, það urði það tæknilega vandamál að ég hreinlega datt út. Má ég byrja málið, Elís? Já, Íris Róbertsdóttir, gjör svo vel. Takk, Helga Kristín, mér langar að benda þér á það sem þú ert að segja að bæjarráð hafi ekki tekið afstöðu, þetta var niðurstaða bæjarráðs. Þetta var ekki innbókun. Þetta var niðurstaða bæjarráðs. Það sem kom þarna. Bæjarráð tók allt undir og ef þú lest í gegnum það, þá er farið í gegnum og talað allt er óréttlætið. Svo bætti bæjarfulltrúi Hildur Sólveig Sigurðardóttir við sinni bókun. Allt bæjarráð tók afstöðu til málsins. Þannig bara svo ég bendi þér á að lesa þá fundagerðina aðeins betur. En ég er með bókun, herra forseti, má ég gera það? Já, gjör svo vel Íris Róbertsdóttir. Ég er búin að finna hana. Já, geggjað. Útgerðir í Vestmannaeyjum og starfsmenn þeirra voru frumkvöðlar í makrílveiðum og eiga stóran þátt í því að skapa Íslandi veiðireynslu á makríl og til dæmis var hlutur eyjaskipa á fyrstu 2 árum makrílveiðanna tæp 40% að heildarveiði Íslendinga. Ef úthlutun á aflamarki í makríl hefði fylgt sömu leikreglum og aðrar tegundir frá árinu 2011 væri hlutur Vestmannaeyja í makríl 33% í dag en á síðasta ári 2018 var hann rúm 25%. Meirihluti EOH-lista telur mjög mikilvægt að virða frumkvæðra reynslu og fara eftir þeim leikreglum sem hafa verið í gildi en ekki að bjóða upp á ófyrirséðar ákvarðanir varðandi hugsanlegar framtíðarúthlutanir. Mikilvægt er að leikreglur séu skýrar og þeim sem eru frumkvöðlar viti að þeir njóti þess eins og verið hefur, annars er hvatinn engin.
Þetta þá bókað eins og þetta upplesið. Það spurning hvort þú sendir þetta ekki á ritara bæjarstjórnar. Já, ég held þetta hefði verið inn í fundakinu en við skal gera það. Já, þetta virðist eitthvað, þetta ekki allt fullkomið bókhaldið, þannig að það stundum... Hérna, Elís, má ég biðja orðið? Já, Trausti Hjaldarsson, gjör svo vel. Hérna, fínar umræður og spurningar og svör. Bara varandi bókunna sem að bæjarstjóri var að lesa, þá bara sjálfsögðu tökum við undir þessa bókun, eða að minnst að geri ég það og hefði viljað að það væri svona meiri þungi inn og myndi bara segja bæjarstjórn í staðinn fyrir meiri hluti og hálista. Það allt, ég get tekið undir hvert einasta orð sem kemur þarna fram og ef að bæjarstjóri tilbúin í það, þá myndi ég leggja það til að þetta yrði bara ein bókun í heilsinni. Meinar ekki bókun, ekki innbókun, bókun. Bókun, já, bókun. Jú, ég bara til í það. Þá held ég að það þurfi ekkert að lesa þetta upp annað en að ritari breytir þá þessu meiri hluti og hálista í að bæjarstjórn. Þetta bara á einum stað. Það ekki rétt hjá mér, rétt að athuga það, Helga Kristín Kolbens og ert þú sammála því? Tekur þú undir þessa bókun? Við tökum öll undir þetta. Já, tekur undir bókun. Er þetta ekki bara sama bókun var lögð fram af bæjarráði? Þetta líkt innbókunni, þú tar mjút, Íris. Já, Íris. Þetta unnið upp úr þeirri ekki innbókun, Helga, úr niðurstöðu bæjarráðs. Niðurstöðu. Er þetta þá ekki bara orðið nokkuð góð reifun á þessu máli? Er þetta farið á, já, þarna kemur tölvupóstur frá ritara, sendiði Íris Róbertsdóttir, getur ekki sent honum Sigurberg þetta? Já, þú ert búin að því, þú ert að mute, ég góður varalest við þessu líka. Þetta mjög gott. Þetta skilst allt saman, en ég held að þessi mál séu bara búin að vera vel reifuð. Þetta gert svona eins og ég las upp áðan meirihluti og hálista. Það verður bæjarstjórn telur mjög mikilvægt, ritari breyti því og bókunin þannig samþykkt eins og hún var upplesin með þessum breytingum. Þannig að við tökum þennan lið bara, maður sjá. Já, þetta var liður í fundargerð, þannig að við skulum leita eftir samþykki að hann sé staðfestur, svo við reynum að halda okkur við efnið í þessu öllu saman. Hérna, forseti, ein ábending í þessu máli, af því að bæjarstjóri talaði að þetta væri ekki innbókun heldur niðurstaða, það stendur í fundargerðinni niðurstaða og svo beint fyrir neðan innbókun, þannig að það eins og þetta sé innbókun. Þetta við sem með fundargerfið, við látum laga þetta. Það bara svona smá ábending, ég veit, þetta algjört aukaatriði, en það mjög skiljanlegt að Helga Kristín hafi talað innbókun vegna þess að stendur innbókun fyrir neðan niðurstöðu. Þetta allavega bókun, eins og ég skil þetta, þannig að hún samþykkt þannig, en ég held við ljúkum þessum lið svona á þessum nótum. Svo ég reynir að koma mér háttur hérna í rétt skjöl, held ég. Ég veit nú alveg hvar ég stattur. Það að tapast þráðurinn í þessu örlítið, þið afsakið það, en sem sagt, við erum að samþykkja þennan lið, klára hann, þannig að ég ætla að bera hann undir atkvæði bæjarfulltrúa, þeir sem samþykki eða sitja hjá eða segja nei. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaldarsson. Já. Helga Kristín Kolbens. Já. Það fá að gera ég sjálfur Elís Jónsson samþykki líka, þannig að þessi liður þá samþyktur. Það er liður númer 6 umræðum sjávarútvegsmál og Helga Kristín Kolbens hefur óskað eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Gjör svo vel, Helga Kristín Kolbens.
Já, ég segi já við þessu, en ég bara ítreka að fundargerðir bæjarráðs að það sé endilega hugað að kerfinu. Það mjög erfitt að átta sig á ef það stendur niðurstaða, svo kemur innbókun, það kemur ekki meira. Þannig að það þarf bara að laga þetta, en bara þakka fyrir samt ábendinguna að þetta veri niðurstaða ráðsins en ekki innbókun. Já, ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Ég held við að þetta verður bara tekið til greina og þannig að þessum 7. lið þá hér með lokið, en við eigum eftir að klára hana 9. dagskrárlið. Það eru liðir 1-5 og 7-10 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þannig að þeir leita eftir atkvæða bæjarfulltrúi því. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson samþykki. Þannig að við ljúkum þá þessum 9. dagskrárlið í útsendinni dagskrá. Tökum dagskrárlið nummer 10 sem er fræðsluráð. Það fundu 329. Það er liðir 1-4 sem liggja fyrir til staðfestingar. Við bæjarfulltrúum að gefa mér upp atkvæði sitt í því. Það er Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já. Helga Kristín Kolbeins. Já. Ég sjálfur Elís Jónsson samþykki. Þá ljúkum við 10. dagskrárlið og þá styttist nú í þessum fundi. Það er reyndar mál með afbrigðum sem er eftir, sem er 11. dagskrárliður. Við vorum búin að taka fyrsta liðinn, ársreikning Vestmannaeyja hér í upphafi fundarins. Þetta verða 3 tíma fjarfundur hjá okkur og er met í fjarfundi. En aðrir, þar sem við tökum þessa fundagerð inn með afbrigðum, þá eru allir liðir í fundagerðinni undir, þannig að það bæjarfulltrúar geta óskað eftir að allir þessi liðir verði teknir og ég held ég fari bara í gegnum þá alla og allavega titilinn á þeim og leita þá hvað bæjarfulltrúar segja í því. Við vinnum okkur held ég bara, ég held að það sé einfaldast. Þannig að það er þá dagskrá í þessu fundagerð bæjarráðs. Þá var það liður nummer 2 eftir sem að er hér, það er endurskoðaðar samþykktir Vestmannaeyjaferðina Herjólfs OHF. Lögð voru fram drög og breytingar á samþykktum Vestmannaeyjaferðina Herjólfs OHF. Vilja bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Já. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir sem hefur óskað eftir því. Ég held að það sé þá, fyrst að svo er að þá ætla ég að klára að lesa niðurstöðuna og gefa þér svo orði í framhaldi því. Niðurstaða bæjarráð fór yfir drögin og felur bæjarstjóra og framkvæmdastjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs að ljúka við þau með hliðsjón af umræðum fundarins og í samráði við bæjarráð að kynna drögin fyrir bæjarfulltrúum og leggja í framhaldinu fyrir bæjarstjórn til samþykktar þann 14. maí næstkomandi. Bókun fulltrúa D-lista, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lýsir yfir ánægju með að til standi setja inn ákvæði kjör stjórnarmeðlima Herjólfs OHF skuli fara fram á bæjarstjórnarfundi líkt og gert var í upphafi stofnunar félagsins undir stjórn Sjálfstæðisflokksins. Ákvörðun meirihluta H- og E-lista í kjölfarið þar sem stjórn Herjólfs OHF var skipuð einhliða af hálfu bæjarstjóra án aðkomu bæjarstjórnar er enn ámælisverð. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Þá er bókun frá H- og E-lista. Stjórnarkjör Herjólfs OHF hefur tvisvar á kjörtímabilinu farið fram eftir samþykktum félagsins og verklagið staðfest með lögfræðiáliti á sínum tíma. Sjálfstæðisflokkurinn tilnefndi í bæði skiptin 2 af 5 fulltrúum í stjórn sem sitja þar í dag. Meirihluti E- og H-lista telur mikilvægt að endurskoða samþykktir félagsins sem samþykktar voru í stjórnartíð Sjálfstæðisflokksins í maí 2018, þar sem ekki er að finna aðkomu bæjarstjórnar að skipun stjórnar. Undir þetta ritar Njáll Ragnarsson og Jóna Sigríður Guðmundsdóttir og Hildur Sólveig Sigurðardóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Hildur. Takk fyrir Elís forseti, bæjarfulltrúar gestir.
Já, ég vil bara fá að þakka. Ég lagði fram tillögu í þessu máli varðandi að lögfræðingurinn sem að er að fara og hefur farið í gegnum samþykktir Herjólfs OHF komi og kynni þessar breytingar og umfang þeirra og hvað þær fela í sér fyrir bæjarfulltrúum og var bara tekið vel í það og þakka ég fyrir það. Ég fagna líka eins og kom fram í bókun minni þessu að nú sé að nú séu loksins menn komin með sameiginlegan skilning á því hvernig þessi stjórn skuli skipuð á eðlilegan lýðræðislegan máta. Stjórnin var stofnuð á sínum tíma þar sem að bæjarstjórn á formlegum fundi skipaði sína fulltrúa og í rauninni skal ég segja var hefur meiri hluti H&E-lista talað þar sem að það hafi ekki verið í samþykktum félagsins að stjórnin skuli skipuð og það sem hafi verið túlkun þeirra að geta skipað í hópinn án aðkomu bæjarstjórnar. Mér finnst það bara undarlegur málflutningur. Við erum með eins og allir bæjarfulltrúar þekkja hinar ótal mörgu stjórnir sem að margar hverjar snúa að mun minni hagsmunum en þetta félag gerir og skipum við slíka stjórnarmeðlimi á eðlilega lögformlegum fundum bæjarstjórnar og eðli málsins samkvæmt hefði slíkt sama átt að gilda hér. Eflaust erum við búin að þreyta bæjarbúa og samfélagið og aðra á þessari umræðu en ég fagna því að nú verði loksins sameiginlegur skilningur á því hvernig standa í að skipan þessara stjórnar og þannig verði og sá háttur verði hafður á til framtíðar. Takk. Já, ég þakka Hildi Sólveig Sigurðardóttur fyrir þetta. Voru ekki einhverju fleiri bæjarfulltrúar sem ætlaði að taka til máls. Ég var ekki búin að heyra í neinum öðrum. Það er þá einhver á mute ef einhver er að biðja orðið. Það er allavega, ég heyri ekki neinum. Ég er ekki dottinn út. Eins og áðan. Forseti, ég hef ekki verið með hljóðuninnan á, en ég ætla að óska eftir orðinu. Já, Njáll Ragnarsson, gjör svo vel. Já, forseti, þetta kom mér svo sem pínulítið á óvart að bæjarráð skyldi ekki komast í gegnum þennan dagskrárlið nema að fara í bókanir til og frá. Samkvæmt þeim samþykktum, ég vildi nú bara kannski nefna aðeins fara yfir síðast þegar að stjórnarkjör var á síðasta aðalfundi félagsins að þá var nú uppi fótur og fit og mikið húllum hæ sem endaði nú með því að það var kallað eftir lögfræðiáliti þessa stjórnarskipan. Mér finnst sem að staðfesti það að þetta hafi nú allt verið gert eftir þeim reglum sem að gilda félagið, þannig að það er nú skilningurinn er nú ekkert á neinum, það er nú ekki neinn skilningur sem við erum að leggja í þessar samþykktir sem eru öðruvísi heldur en bara þær eru í raun. Mér fannst bæjarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins ýja að því að þetta hefði verið gert með einhverjum óheiðarlegum hætti. Það var alls ekki þannig. Það var óskað eftir tilnefningu frá Sjálfstæðisflokknum sem að skipaði og hefur skipað í tvígang núna á þessu kjörtímabili 2 fulltrúa af 5 í þessa stjórn. Þannig að hlutföllin í stjórn Herjólfs, þau endurspegla hlutföllin eins og þau eru í bæjarstjórn. En samþykktin er alveg skýr með það að það er bæjarstjóri sem fer með alla hluti Vestmannaeyjabæjar í félaginu og á aðalfundi félagsins að þá er það bæjarstjóri sem fer þetta með þetta val.
Þannig að núna bara eru komin drög að breyttum samþykktum þessa félags, þar sem að þetta kemur beint fyrir bæjarstjórn. Ef það hafi verið vilji til þess áður, þá hefði náttúrulega það bara átt að standa beint inn í samþykktum. Ekki hvað túlkunin atriði að auðvitað það þannig í raun. Við vitum alveg hvernig þetta þú ert að keyra og þú kemur rauðu ljósi og þú stoppar rauðu ljósi. En það samt í reglum, þú átt að stoppa. Þannig að ef það hafi verið vilji á sínum tíma fyrir því að bæjarstjórn hafi gert þetta, þá hefði auðvitað átt að setja það inn í samþykktirnar strax í upphafi. En það var ekki gert og nú að breyta því og ástæðan fyrir þetta kemur mér á óvart að mér heyrist að það séu allir sammála þetta og það séu bara allir ánægðir með að það séu vel að fara í að gera þessa breyting. Þannig að ég verð bara að lýsa vonbrigðum með að það skyldi ekki hafa verið hægt að klára þetta mál án þess að fara í einhvern slag út af þessu. Vegna þess að við erum öll sammála með þetta. Þetta á að vera hjá bæjarstjóra, ekki bæjarstjóra. Þannig að en þetta var svona það sem ég vildi tjá mig þetta og ætla þá ekkert að hafa þetta lengra en ítreka það bara að auðvita á þetta að heyra undir bæjarstjórn en ekki bæjarstjóra. Já, ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Ég til. Já, Trausti Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar. Það kemur óvart að þetta hafi komið Njáli á óvart. Þar sem að þetta var nokkuð hart deiluefni á sínum tíma og lögfræðiálitið sem að hann vísar í eitt af þeim lögfræðiálitum sem að hann var með og aðrir voru með önnur lögfræðiálit en mínum huga þetta ekkert flókið. Bæjarstjórn skipaði fulltrúa í stjórn í upphafi og það var alltaf þannig, líkt og í stórum málum, að bæjarstjóri fer með mál bæjarins í umboði bæjarstjórnar og að sjálfsögðu leitar bæjarstjóri til bæjarstjórnar með ákvarðanir sem þessar. Og þær athugasemdir sem að Sjálfstæðisflokkurinn gerði á sínu tíma við þetta mál voru mjög eðlilegar þar sem að bæjarstjórinn var upp á sitt einsdæmi að fara sóló í þessu máli gegn því sem að var áður gert og gegn því sem að stóð til að gera og túlkaði samþykktirnar upp á sitt einsdæmi sér í hag og núna liggur fyrir að menn telja að það hafi verið eðlilegt að gera þetta þannig að bæjarstjóri þyrfti að leita eftir umboði bæjarstjórnar og þá mjög eðlilegt að menn færi það til bókar í ljósi þess að þetta var deilumál. Þannig að það kemur mér á óvart að þetta komi Njáli á óvart. Ég hef lokið máli mínu í bili. Elís, ég ætla að biðja orðið. Já, Íris Róbertsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég verð bara að lýsa vonbrigðum mínum með þessa ræðu hjá bæjarfulltrúa Trausta Hjaltasyni. Ég sat á bæjarráðsfundinum í dag og fulltrúi Sjálfstæðisflokksins lagði fram þessa bókun sem ég var líka hissa á, eins og Njáll. Að því að við töluðum það fyrir ári síðan þegar þessi læti voru að það væri eðlilegt að laga samþykktirnar. Og það að bæjarfulltrúin haldi því fram að ég túlki eitthvað mér í hag og eins og mér líður og best væri að gera, ég bara frábið mér svona dónaskap gagnvart mér. Ég hef verið mjög fagleg í mínu starfi og ég bara trúi ekki öðru en að bæjarfulltrúin biður mig afsökunar. Ég var að starfa eftir þeim samþykktum sem eru. Við skiluðum lögfræðiáliti. Ég hef ekki ennþá séð lögfræðiálitin sem að bæjarfulltrúin vitnar til, en mér þykir mjög leitt að bæjarfulltrúin skuli væna mig það að ég sé að vinna óheiðarlega í mínu starfi. Já, ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Ég hef ekki fengið nein merki að einhver annar bæjarfulltrúi vilji taka til máls. Ég held að þetta sé nú að verða nokkuð vel kryfjað og ég
með leyfi varaforseta þá bara held ég tekið undir bara að eyða allri óvissu sem að í þessu og þá henni bara hér með eitt með þessu, þannig ég held að allir bæjarfulltrúar hljóti að fagna því bara. En ég held að þetta sé tæmt, þessi dagskrárliður í bili. Við þurfum að samþykkja þennan dagskrárlið eins og í öðrum fundargerðum eða undirlið í 11. í fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja nr. 3125 til liður nr. 2 endurskoðun samþykktar Vestmannaeyjaferjunnar Herjólfs þar sem við tókum hann til umræðu. Þannig að ég ætla að kalla eftir atkvæðum bæjarfulltrúa í því. Það Íris Róbertsdóttir. Já. Njáll Ragnarsson. Já, ég óska eftir að gera grein fyrir atkvæðum mínu. Já, Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Já. Trausti Hjaltason. Já, og ég óska eftir að gera grein fyrir atkvæðum mínu. Helga Kristín Kolbeins. Já. Og ég sjálfur Elís Jónsson samþykki, þannig að það 7 samhljóða atkvæði við þessum lið. Það hafa 2 óska eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu og það Njáll Ragnarsson, gjörðu svo vel. Elís, ég líka, sorry, Íris. Gjörðu svo vel Njáll Ragnarsson. Forseti, ég segi já við þessu vegna þess að hér verið að breyta samþykktum Herjólfs og gera þær lýðræðislegri sem stefna meirihluta þessara bæjarstjórnar. Mér finnst ótrúlega ósvífið af bæjarfulltrúanum Trausta Hjaltasyni að segja það hér í ræðu áðan að bæjarstjóri hafi farið eitthvað sóló í þessu máli. Það var alltaf kallað eftir, það verður alltaf verið kallað eftir tilnefningum frá Sjálfstæðisflokknum þegar stjórn Herjólfs hefur verið skipuð. Það verður alltaf verið þannig og allt tal annað bara helbert rugl. Og ég hvet Trausta Hjaltason í atkvæðaskýringu sinni hér á eftir að draga þessu ummæli tilbaka. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Já, ég segi já við þessu máli þar sem að hér verið að staðfesta eitthvað sem að hefur áður legið fyrir og ég stend við þau ummæli sem að ég hef látið falla. Það þetta var nokkuð hart deilumál á sínum tíma og snerist akkúrat það sem hefur verið rætt hér og það að bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson komi hér upp í pontu og geri grein fyrir atkvæði sínu og skori á aðra að draga einhver ummæli sín tilbaka. Ég vísa því beint í föðurhúsuna. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir. Íris Róbertsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Ég segi já. Ég held að þessi góðu tímapunktur til að laga þessa samþykktir sem eru gallaðar og við fórum yfir síðasta sumar og mér þykir mjög sérstakt þegar fólk að hrósa sér fyrir góðar samþykktir og bara það sé ekkert að þeim en það sé samt mjög gott að laga þeir. En ég ítreka það að ég ótrúlega svekkt yfir því hvernig bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason hefur talað í þessu máli. Þakka Írisi Róbertsdóttir fyrir. Það hafa allir bæjarfulltrúar gert grein fyrir atkvæði sínu sem þess hafa óskað og þessi liður hefur verið samþykktur með 7 samhljóða atkvæða. Eftir standa dagskrárliður númer 3 í þessari fundargerð. Það fundargerð Sambands íslenskra sveitarfélaga og SAS. Einhverjir bæjarfulltrúar sem vilja ræða þennan lið í fundargerð bæjarráðs nr. 3125 síðan í dag. Ég heyri engan sem óskar eftir að taka til máls. Ef að viðkomandi á mute, þá bið ég hann að taka það af og láta mig vita. Svo ekki. Þá það dagskrárliður númer 4 í fundargerð bæjarráðs. Það aukið fjárframlag og viðauki vegna kaupa á nýjum rannsóknarbát Botnesvaf. Einhver bæjarfulltrúi sem vill ræða þennan lið. Ég heyri allavega engan bæjarfulltrúa sem biður orðið í þessum lið. Þannig að... Elís. Já. Nei, fyrirgefðu. 5. liður að trúnaðarmál sem lögð fyrir bæjarráð og eðli málsins samkvæmt hann ekki hægt að taka hann hér til umræðu.
Þannig að eftir standa þá liðir 3, 4 og 5 í fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja númer 3125 og þá ætla ég að biðja bæjarfulltrúum að gefa mér atkvæði í því. Það er Íris Róbertsdóttir, Já. Njáll Ragnarsson, Já. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, Já. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, Já. Trausti Hjaltason, Já. Helga Kristín Kolbens Já. og ég Elís Jónsson samþykki. Þannig að það er samþykkt samhljóða með 7 atkvæðum. Þá er dagskrá bæjarstjórnar tæmd. Þakka bæjarfulltrúum fyrir þennan fjarfund. Það er búið að vera einmannalegt hjá mér hér í Einarsstofu, bara einn, en þetta er vonandi í síðasta skipti allavega í bili sem við höldum svona fund, þannig að ég á von á því að sjá hér alla bæjarfulltrúa á næsta fundi. Næsti fundur er boðaður fimmtudaginn 28. maí, samkvæmt því sem við ákveðum hér á fundunum og fundi er þá slitið 21:14. Ég þakka ykkur fyrir í kvöld.